Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegs spjall og gestur minn í kvöld er Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda. Fer ég ekki rétt með? Jú, takk fyrir. Og ég vil kannski byrja á því að spurja þig, Örn, þið gerðu tilboð til stjórnmálaflokkana að veiða 10.000 tonna þorski fyrir 100 krónur per kíló. Hafið þið fengið svar við því? Nei, við hefum nú ekki fengið mikið svar við því, en engir svaraði ykkur. Og okkur þótti þetta höfðinglega boðið og vildum láta reyna á þetta, en kannski ekki geta fyllt í nægilega vel eftir, en tilboðið stendur og það fer kannski umræða á þingi, ég ætla að vona það. Já, en þetta er 5 sinnum hærra verð heldur en stórútgerðin er að borga. Já, þegar það var líka í þessu tilboði þá var náttúrulega myndi leggjast veiðigjald á þetta líka. Já. Og veiðigjaldið í dag eitthvað 28 krónur kílóið. Og þannig að þetta var virkilega vel boðið og svona hugur í mönnum að reyna að fylgja þess eftir og láta vita á því að þarna væri eitthvað fyrir þjóðina til að hafa. Maður hefði haldið það að fjársveltur ríkissjóður myndi þykja svona tilboð. Já, það er alveg rétt hjá þér, en þetta er flókið og þetta kemur bara fram núna í fyrsta skiptið og síðan náttúrulega mallar þetta vonandi í umræðinni og það er aldrei að vita um þetta vindi eitthvað upp á sig. Þetta er svona eins og marðum hlaupið ofta. Menn verður svona að hafa biðlund líka og þolinmæði til að... Jú, það má kannski ætla það að þetta gæti ekki orðið fyrir næstu fiskveiði áramót. Já. En þó þá, kannski? Það er aldrei að vita. Það er aldrei að vita. En hérna hafa stjórnmálaflokkarnir ekki svarað hver fyrir sig? Nei, það er ekki komið þannig svar eins sérstaklega. Nei, það má eiginlega segja það. Þetta náttúrulega fór dálítið mikið líka inn í umræðin strandveiðarnar og kannski kafnað dálítið þar. En þetta var samþykkt á aðalfundin okkar í október og ályktanir voru náttúrulega kynntar fyrir ráðherranum og eins vel meðal stjórnmálaflokkana. En þetta var ekki, við sendum stjórnmálaflokkanum ekki beina spurningum þetta þegar við vorum að vinna að því að reka áræðu fyrir strandveiðunum. Nei, en það lítur út fyrir það að það verði 48 dagar á strandveiðum í sumar. Já, ég held að það sé ekkert sem getur komið veg fyrir það. Og það er líka bara ánægilegt að stjórnvöld hafi séu líka staðráðin í því að fylgja skoðunum almennings og þessi skoðanakönnun sem var nú gerð hjá í vinnu þegar auðlindin okkar var starfandi og lét matvælaráðherra gera skoðanakönnun, lét félagsvísindastofnun Háskólans gera skoðanakönnun og það voru 72,3% landsmanna sem að voru fylgjandi því að auka veiðiheimildir til strandveiða. Já. Og þannig að það er alveg ljóst hvað almenningur vill í þessum málum og þannig að ég reikna alveg með því að þetta verði komið í líði þann 5. maí þegar strandveiðarnar byrja. Já, við skulum vona það. Það veitir ekkert af, en það er aðrar tegundir heldur en þorskur eins og til dæmis ufsi sem að veiðist aldrei á hverju ári. Nei, það er búið að vera í mörg ár sem að 20.000 tonna að ufsa hafa ekki veist og okkur finnst það eðlilegt og ætti að vera eðlilegt að ufsin væri bara fyrir utan og menn gætu verið á honum sem sagt á handfærum
Og þá var ég ekkert eingöngu við strand, þá til viðbótar við þorskskamtinn sem menn mega veiða. Já, hann vísu kemur svona alltaf mikið þannig líka, sko. Já. En það bara allir skip líka, sko, það sem aflamarksbátar sem kannski ekki endilega á stranduðum, þeir geti haft þetta líka. Já, þetta bara viðbót. Viðbót, algjörlega. Nú, svo náttúrulega, ég held aðeins áfram í sambandi 48 dagana að þegar búið að keyra þetta strandu, ég kerfi það mikið og í mörg ár, og það hefur komið upp þess dæmi að þær hafi stoppaður í júli og svo í ágústana fyrst. Að þá þetta kerfi alveg tilvalið, það 12 dagar sem sagt í hverju mánuði, sem að eru til þess að það allfullt jafnræði milli allra landsluta að fá allir 12 daga. Já. Og nú það kann að veiðast eitthvað meira þorski heldur en á síðasta árið, þá vorum við með 11.885 tonn og við höfum svona verið að skoða það hvernig þetta geti þróast. Það voru 756 bátar og veiðum á síðastu vertíð og ef að bátunum fjölgar ekki og aflinn verður alveg í hæstu hæðum, 684 kíló sem var á síðasta ári í hverju veiðferð á þorski, að þá gæti þetta orðið svona upp undir 14.000 tonn. Já, það ekki meira. Nei, ég tel að sko við erum bara að skoða til dæmis þessi 2 ár, 2018 og 19, þegar strandveiðar nú var leyfðar í 48 daga og stóð út alveg ágúst, að þá voru þetta meðaltali svona 27 tonn. Nei, 27 dagar sem nýttu. Sem menn gátu nýtt. Og það bara einfalt reynstæmi á því, sko. Þannig að svo flesti líka á því að það muni svona færast með róu við sóknina, menn verður ekki allir í því að hrifna. En getur ekki grásleppan spilað einhverja rullu inn í þetta? Jú, það var nú stigið mjög fast á okkur í sambandi við grásleppuna. Já. Og þessi lögun var breytt, þannig að nú kvótasett grásleppan. Við vöruðum við í samtölum við atvinnuveganefnd að þarna væri verið að svona ruggla kerfinu öllu saman hjá okkur. Já. Menn hafa verið á grásleppu kannski og farið svo í strandveiðarnar. Já. En núna, eða kvótasetningin þýðir það að það litlar veiðiheimildir hjá mörgum þessara báta. Þannig að það gæti verið að einhverja af þeim myndi þá koma og byrja í strandveiði. Já, sleppa bara að fara á grásleppuna. Já, en það þó ekki... Því að kvótin svo lítill sem þeir eiga. Já, en vissulega sko þeir hafa bátana en svo náttúrulega kemur líka mót því að margir þessir aðila þeir hafa ekkert verið á handfærum og ekki bátarnir ekki með neinar rúlur eða annað slíkt. Ekki útbúnir til þess. Þannig að, en þetta vissulega gæti orðið til þess að bátunum fjölga en svo náttúrulega ekki endalaust til góði sjómenn og þetta náttúrulega engin smá auðlind sem við höfum. Og það margir kallar grásleppu sjómenn sem nenn ekkert að eiga við handfæraveiðar. Já, það alveg örugt mál. Og svo það líka eins og má segja með þá að núna til dæmis á síðasta ári þá voru ekki 140 bátar sem stunduðu grásleppuveiðar. Og það helgast nú aðalega því að það var lágt verð og allir tilkostnaðir eru aukist og þá þetta ekki þessi uppgrip sem menn hafa haft. Og menn hefur kannski að taka sér frí í þetta til þess að þjána góðan pening en þjána ekki miðað við þetta verð sem var á grásleppunni á síðasta ári. Þannig að þá verja sumarfríinu kannski í eitthvað annað. Þessir aðlar. En þannig að þið eigið svona vona á því að þetta gæti aukist 2-3 þúsund tonn. Já, ég gæti séð það fyrir mig og gæti orðið þannig. Og það engin hætta þó stofninu stendur engin ógn af því þó að það sé. Og
Svo náttúrulega verður líka að segjast eins og í sambandi við strandveiðarnar að þeir aðilar sem hafa verið að koma líka inn á undanfarnum árum, það eru svona mjög alveg hörku sjómenn, menn sem að ætla sér að taka þetta og taka á þessu og vinna og afla, eða sem sagt að ná skammtinum í hverju einustu ferð. Og þetta jafnvel aðilar sko sem hafa það sem við dreigið saman á stærri skipunum eða þá að fækka í áhöfn og fá ekki jafnmarga túra eða jafnvel sagt upp. Og þá náttúrulega strandveiðarnar alveg nauðsynlegar í þetta og ég sé það alveg fyrir mig í framtíðinni að strandveiðarnar bara til að eflast og það líka einkum út af þessari ástöðu að taka við sjómönnum, að gefa sjómönnum tækifæri til að halda sínu starfi áfram. Það til dæmis alveg prýðileg grein núna á Vísi í dag í skoðun. Það sem að viðkomandi nú að tala þessa nýliðun og alltaf að vera gagnrýna okkur fyrir að vera ekki það sé engin nýliðun hjá okkur. En það má líka segja að það sé alveg nýliðun þó 59 ára sé meðalaldur að það nýliðun. Það menn sem að koma í fyrsta skipti og gera út bát, kannski sjálfstæð starfandi. Já, og þetta eru náttúrulega menn sem eru búin að vera í öðrum störfum í kannski 30 ár. Í sjávarútvegum, já. Í sjávarútvegum. En sagt upp eða skipum lagt eða fækkað í áhöfnu og annað í þeim dúr og þeir vilja halda þessu áfram, kunna allt til verka. Og vilja fá að vinna við þetta áfram. Já, nákvæmlega sko. Og það ekkert óeðlilegt að þeir vilji nýta sér sína þekkingu og reynslu. Það alveg nauðsynlegt. Kunnáttu menn, jafnvel skipstjórar og stýrimenn sem að gjör þekkja veiðisvæði og annað þess áttar. Já, og maður sér það líka svo vel að þessir aðilar þeir finna sér strax í strandveiðunum. Og þau verða að falla vel inn í hópinn og hann svona myndast ákveðið samfélag með almanna í strandveiðarnar og mér finnst það svona meira núna undanfarin að þá skiptast menn mjög á upplýsingum og það kannski, menn sikvað megin í flóanum og einhver staðar og öðru megin kannski sæmilt fiskiri og þá látum við af því og annað slikt. Já, menn í samböndum og tala mikið saman og alla vegana sko. En svo náttúrulega þurfum við alltaf að taka það með í reikningin að það getur líka tregast og maður alveg man eftir því þegar menn voru að viðmiðinu var bara svona 200-300 kíló og þá yfirleitt mælt í pundum og til þess að á töluna herri. En núna virðist nánast allir sem að fara strandveiða þau geta ná skammtinum allan einhverju sinn á nokkra daga og sumir ná alltaf skammtinum alla dagana. Það alveg ótrúlegt alveg. Þetta bara fer eftir dugnaði og krafti manna og svo náttúrulega það bara tíða farið sem að hefur rosalega mikið að segja hvort að næst að fiska á handfæri eða ekki. Já, það víst ábyggilegt þegar þetta kom á til tilraunar 2018 að hafa þetta 12 daga í hverju mánuði. Þá voru menn nú að ringja á skrifstofuna og ausa úr sér það að þetta væri allt og fáið dagar og annað slíkt. En svo heyrði maður í þeim kannski eftir ári og það náttúrulega, menn voru miklu vandræði með að ná allum þessu dögum, algjörlega, sko. Það var ekki við einn 2018-19 sem náði 48 dögum, sko. Og að því að tíðafarið náttúrulega stjórnar algjörlega sem við. Það ræður svo miklu. Svo náttúrulega bara ýmislegt sem getur alltaf komið upp á í svona útgerð. Já. Það er það. En eru þið að gera ráð fyrir því að verði einhverjar hömlur meiri heldur en í dag? Nei, við gerum ráð fyrir... Í sambandi við eignarhald eða hverjir mega að róa á bátunum og... Já, það nú ágætt og kemur inn á þetta, sko. Í raun og veru þá
búist við því að kerfi verði bara nákvæmlega eins og það hefur verið. Já. Semst þessi 774 kíló og 4 rúllur og 14 tíma klukkustundi sem á líða. En það hefur alltaf verið og þegar strandveiðikerfinu var komið á að þá var það alltaf talað um það og því átt að fylgja því eftir að eigandinn sjálfur, sá sem átti bátinn, hann væri að róa. Já. Síðan náttúrulega hefur þetta þróast aðeins, það er náttúrulega sumir sem hafa byrjað og ekki kannski haft efnað að kaupa bát eða ekki vilja taka sénsinn á því og þá hefur þetta þróast út í það kannski að menn hafi leigt sér bát. En til þess að geta það þá hafa mann þurft að eiga eitthvað í bátnum og það er nú við þessi 1% regla dálítið mikið. En það má alveg búast við því að þetta verði tekið meira á þessu og það var í fyrra að þá gekk það algjörlega eftir að þú fékkst að hver kennitala gat ekki fengið eða átt aðild að nema einum strandveiðibát og því verður fyllt áfram eftir núna, ég er allavega að rekna með því og svo gæti líka verið hert á eignarhaldinu að sá sem er að róa, hann eigi að minnstakosti yfir 20 eða yfir fjórðungin í bátnum. 26%. Já, og en það er svona, náttúrulega ég hef ekki séð drögin að frumvarpinu sem væntanlega orðin til núna vegna þess að það á að leggja þetta fram núna í mars. Og þannig ég veit svo sem ekki hvernig þetta er. En það má alveg gera ráð fyrir því að en væntanlega verður nú haft eitthvað samband við Landssamband smábátaeigenda útfærslu á lögum og reglum þetta, er það ekki? Það má nú eiginlega segja það að stjórnmálaumhverfið, það hefur verið breyst mjög mikið á undanförnum árum. Og ég segi það ekki að maður hafi geta verið þarna alveg eins og maður vill niður í ráðuneytið og annað slíkt og orti yfir öxlinu á mannum þegar þau var að skrifa frumvarpinu og svoleiðis. En núna er þetta allt annað og ég ger ekki ráð fyrir því að fá að sjá frumvarpi fyrir að bara því dreift á Alþingi. Já, bara klart. Og þetta er náttúrulega, mér finnst þetta í raun og veru svona afturhvarf vegna þess að við sjáum að þetta eins og með frumvarpi í sambandi við grásleppuveðarnar. Að þá var það því að dreift á Alþingi hvað 20. nóvember 23 og þá var í raun og veru við vissum ekkert það hvernig það yrði. En núna er ferlið þannig að frumvarpi fer í samráðsgátt og þá getur við gert athugasemd og síðan er mælt fyrir því. Þannig að við getum haft áhrif á það í gegnum samráðsgáttinu. Það er hlustað á það sem athugasemdir ykkar við það og annara áhuga manna málið. Já, síðan eftir að búið að leggja frumvarpi fram og tala fyrir því að þá ferða til atvinnuveganefndar og þá óskar atvinnuveganefnd eftir umsögnum. Já, þá fáið þið tækifæri til að mæta hjá atvinnuveganefndinni og segja ykkar álit. Já, þannig er þetta núna sko. En hvað með grásleppu frumvarpið? Hvað eigið þið vona á því að þetta verði bara áfram? Það er nú alltaf að koma upp nýjur fletir á því sem að sýnir það að þetta eru ólög sem hafa verið samþýttan á Alþingi og mjög slæmt og bara virðingaleysi fyrir þessa atvinnugrein að breyta lögum með þessum hætti og við höfum nú mótmælt þessu á öllum stigum. Við komum fyrst fram frumvarpi með þetta 2018 og það komst aldrei í gegnum þingið og nú 2023 þá munaði nú vorið tölvöld litlu að það fari í gegn en þá var nú þáverandi forsætisráðherra sem eiginlega stoppaði það í þinginu þrátt fyrir það að samflokksmaður hennar í sjávarútvegsráðuneytinu hefði talað fyrir frumvarpinu og þetta var í stjórnarfrumvarp. Nú við áttum nú ekki... Þá vorum við að tala Katrínu forsætisráðherra og Svandísi sem sjávarútvegsráðherra eða atvinnuvegamálaráðherra. Já, og
Síðan gerist það að frumvarpið kemur svo aftur fram þannig 22. nóvember og þá því dreift sem þingskjali í þinginu. Já. Og það sagt að það byggja algjörlega á því frumvarpið sem að Svandís hafði verið með. Nú, það var kannski ekki alveg svo vegna þess að atvinnuveganefnd hafði fjallað það frumvarp og það hafði aðeins breytt viðmiðunni að árin 2014 til og með 2022 það var aflaviðmiðunin, þeir sem voru með afla á þessum tímabili að þeir ætti að fá kvóta og eða sem sagt að þá ætti að reikna kvóta hjá þeim og það voru 3 bestu árin sem að voru. En og þannig kemur frumvarpið fram, upphaflega frumvarpið og þá var þess gætt að hafa tímabili nógu langt til þess að næði yfir alla þá sem höfðu réttindi til grásleppuveiða. Af því að þetta var engin smá breyting sem var við að leggja til. Það var við að leggja til að áður sem sagt að þá gat hver og einn leyfisafi sem hafði leyfi, hann gat stunda veiðarnar í ákveðin dagafjölda og það fengu allir jafnmarga daga til að stunda veiðarnar. En síðan náttúrulega var alveg ljóst að þegar þetta kvótasetja þetta, þá því kvótin bara misjafnt eftir veiðireynslu hjá mönnum. Já, og þá væri þeir ekkert bundir að daga fjölda við að sækja sín kvóta. Nei, alls ekki. Nema síðan gerist það þarna þegar frumvarpið lagt fram að þá búið sem sagt að eða þá var atvinnuveganefnd hafði komist að því að ætti að taka 1 ári út úr. Þannig að það var gert rof á tímabilinu. Það var frá 2014 til 2019 og svo 21 og 22, 20 árið tældist ekki og mér fannst þetta mjög skrítið að leggja þetta til. Á hvaða forsendur var? Þá voru það forsendur að veiðarnar höfðu verið stöðar, þannig að það voru ekki öll svæði sem hefðu getað náð þeim dagafjölda sem þið gátum. En ég menna þegar tekin svona mörg ár að þá dekkar það alveg og svo var náttúrulega aðeila líka sem voru þannig á 2020 ári sem voru búin að gera góða vertíð, bara fiskaðist vel og þeir eru þá að býti þessu repla að fá þetta ekki. Fá ekki við frá þeim. Já, og þannig ástæðan fyrir því að hafa þetta svona langt það náttúrulega að ná til veiðireysluna hjá öllum og hafa hana sem jafnasta. Þannig að þetta var svona alveg eins og var að hlaupa á eftir einhverjum nokkrum mönnum eitthvað svoleiðis sko. Já, einhverjum útvöldum. Já, má ég segja það. En í þessu tilviki þarna að þá svo mælt fyrir frumvarpinu 30. janúar 2024 og þá hérna var svo umsögnum leitað til allra og ég held að verið í byrjun febrúar miðjan febrúar sem umsögnum var skilað og svo að funda með nefndinni í mars og þá ítrekkaði Landssambandið sína skoðanir í þessu og benti líka á fjölmarga þætti sem var verið að leggja á og var mjög varasamt og eitt af þessu sem að ég man nú alveg eftir að það núna til dæmis að útgerðir í Vestmannaeyjum, hún kallar eftir bótum vegna þess að það var ekki staðið rétt að kvótaúthlutun hún taldi þess að það ekki staðið rétt að kvótaúthlutun í makríl. Já, í makríl. Og það er verið að krefja okkur þjóðina milljarða til þess að greiða þessar skaðbætur. Já. Og þetta var eitt af það sem ég varaði við, að allir svona kvótasetningu en fylgi hætta og það er verið að ráðast þarna að atvinnuréttum og eignarétti manna með þessum breytingum og þetta gríðarlega alvarlegt mál og það þarf að vanda til verka. Síðast þetta var gert hjá smábátunum 2004 þegar sóknardagakerfi var afnumið. Þá þótti það alveg sjálfsagt að allir sem voru þannig í sóknardögunum en fengu kvóta að þeir fengi að lágmarki 15 tonn. Alveg sama hversu mikið þau höfðu fiskað vegna þess að þau höfðu þennan rétt að geta stunda veiðarnar í ákveðin dagafjölda. Og þetta var nákvæmlega eins í grásleppinni og ég benti á þetta sérstaklega hjá nefndinni og mér fannst þetta í raun og veru þessi 2 atriði hefði alveg átt að nægja til þess að nefndin myndi skoða málin miklu ítalega. Já, það náttúrulega
þekkt áður þegar kvótar hafa verið settir að allir væri á sömu kvótum. Svoleiðis var þetta gert með síldina. Þegar að fyrst var settur kvóti á síld, þá voru all skip með sama síldarkvóta. Já. Það voru eitthvað 250 tonn á hvert skip. Já, einmitt. En síðan mallar nú málið áfram og það var reynt nokkrum sinnum, ég held að formaður nefndarinnar hafi reynt það allavega í tvígang að koma málinn út úr nefndinni, en það tókst ekki. Það var andstaða við frumvarpið innan stjórnarflokkana líka. Já. Og síðan þegar það fer út úr nefndinni 11. júní að þá hafði kvarnast úr meirihlutanum. Það voru bara 2 stjórnarflokkana sem studdu það og þetta var frumvarp sem var flutt af nefnd, og yfirleitt eða frumvarpið var flutt af nefnd, þá voru allir nefndamenn á frumvarpinu. Já. En þarna voru aðeins 5 nefndamenn með og 4 studduðu ekki. Og það var bara 2 flokkana sem studdu það, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Nú við fengum svo að sjá frumvarpið 13. júní og þá tókum við eftir því að það var búið að breyta viðmiðunni. Og í staðin þess að viðmiðunni var frá 2014 til 2022, allveg tímabil, og þá var búið að stytta þetta niður 2018, 19, 21 og 22. Aðeins 4 ár með rofi. Og þetta náttúrulega þvílík vinnubrögð að ég held að þau þekkist ekki, sko. Já, þetta svona svipað og var kannski varðandi kjötmáli. Já, í raun og veru, sko, því að þarna var líka mjög stutt til þingloka, og maður hafði alveg á tilfinninguna að það ætti að keyra þetta í gegn, en alveg fram á síðustu stundu þá var reynt að koma í veg fyrir það, og þá var sérstaklega á þann hátt að með því að stytta tímabili svona mikið, að þá varstu að hunsa þennan atvinnurétt sem að yfir 100 manns höfðu. Þeir höfðu tækifæri til í fyrra til þess að stunda grásleppuveiði í 55 daga. En í dag þá þessi 106 aðilar, þeir fengu 0 í veiðiheimildir. Og þú getur ekki farið svona með fólk. Það er bara ekki hægt. Nei, og rökin sem voru notuð, það er fyrirsjáanleiki. Einhver fyrirsjáanleiki. Býtu við, er fyrirsjáanleiki, tekur hann fram yfir almanna hagsmuni. Já. Eins og segja í stjórnarskránni. Já. Það er almanna hagsmuni krefist þess. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum. En það fannst mér mjög skemmtilega ræða innskot hjá honum Tómasinni hjá Flokki fólksins þarna. Það var nú þá komið fram við minnætti, þetta var 22. júní. Já. Þegar hann sagði sem sko að hann var nú búin að vega atvinnurekstri í hálfa öld. Já. Ekki hefði hann nokkuð tíman síðan eitt fyrirsjáanleika, sko. Nei. Í þessu. Nei. En því miður þá fór þetta í gegnum þingið og var samþykkt sem lög, og nú að koma upp alls konar þætti sem að sýna það að þetta lögin standast enga skoðun. Ef þetta verður svona og verður ekki breytt, má ekki alveg reikna með því að margir einstaklingar fari í málaferli út af þessu lögum? Jú, það er náttúrulega, það má alveg búast við því, og þetta hafa menn verið að hafa samband við landssambandið og leita til þess, gott að landssambandið muni þá ekki verið í forsvari fyrir málaferlum þetta. Og ég hef nú ekki viljað svara því neitt en þá, vegna þess að við höfum eftir að sjá hvernig þetta, hvort að verði gerða en hvaða breytingar eða ekki. En nú er náttúrulega grásleppuvertíðin á næsta leiti og eins og ég kom inn á hana þá eru þætti sem að bara standast ekki, og ég get nefnt nokkra, til dæmis að það var talað það rétt eftir að lögin voru búin að samþykkja lögin, að þetta var náttúrulega öllu ömult fyrir menn sem höfðu nýlega við byrjað að stunda veiðar, sem sagt í fyrra og hitti fyrra. Fiska kannski 50-60 tonn,
og þeirra byggði bara núlið í veiðiheimildum. Þá var bent á það að það færi nú 5,3% í svo kallar nýliðunapott og jú, menn svo sem byggust við því að ef að fáið myndi sækja þetta þá getið þið fengið kannski eitthvað út úr þessi potti. En regluna voru þannig að það gæti hver sem sótt þetta, þá var engin stærðamörk á bátunum eða nokkuð skapaðan hlut. Nei. Og þá voru 48 sem fengu nýliðunarkvóta og hann upp á 1,4 tonn í upphafi, gæti orðið kannski 4-5 tonn og það getur enginn farið á stað á 4,5 tonnum. Alls ekki. Og þá spyrja þessi 48 aðalar sem býtu hvað get ég gert? Jú, ég ætla að leigja með kvóta. En þú getur ekki eins og leitt til þín viðheimildir. Nei, það má vegna þess að þú ert ekki með hlutdeild í gráslöpuðum. Nei. Það lokað þar líka. Já. Þannig að þessi tonn sem að koma til þess að 48 máttu leigja á þessu ári til þín? Voru ekki einhverjar... Já, þú mátt leigja til þín sko þegar þú hefur hlutdeild og innan svæðisins. En það engin af þessum nýliðum sem hefur aflað hlutdeild í gráslöpu. Já. Og þess vegna geta þær ekki leitt til sín. Og þannig að þeir leigja þetta bara frá sér þá og aðrir fá það. Já. Nú, þannig að þetta algjörlega mistökist þetta. Nú, svo náttúrulega alveg grátlegt að sjá líka hvernig frumvarpið fer í gegnum þingið. Þetta náttúrulega mennurinn þreytti til 21. júní og komið fram á kvöld og þá verða að mæla fyrir sem sagt áliti meirihluta nefndarinnar og máli byrja önnur umræðu frumvarpið. Og nefndarálit sem fylgir því og í ræðu formannsins Þóraðins Inga þá kemur það alveg skýrt fram að stærðamörk verður sömu eins og verið hafa. Semst að eingöngu smábátar getur stunda veðarnar, stunda gráslöpuveðar. Og ég reikna alveg með því að þingheimur hafi trúað þessum orðum formannsins og örugglega haft áhrif á það að samþykkt. Nú einhverju hafa hugsað sér svo, já, nú kannski best að lesa nefndarálitið og það kemur alveg skýrt fram í nefndarálitinu líka að stærðamörk eigi að verða sömu. Síðan þegar búið að samþykkja lögin, það var engin stærðamörk, engin. Þannig að eftir 1. september 2026 þá getur hvaða skip sem keypt sér hlutdeild í gráslöpu. Og þá náttúrulega vitum við alveg hvernig það mun ganga. Bátar eða hvað sem Já, tógar loðnskip þess vegna sko, alveg hrein. Þannig að þetta alveg mjög brýnt að afnema þessi lög og taka upp það gerfið sem var hérna áður og hefur verið og kannski eitt atriði í þessu öllu saman að það var nú oft sagt að kvótasetning var til þess að hemja sóknina í fiskistofnana og byggja fiskistofna. Já, vissulega. En á undanferðum árum þá hefur kerfi verið þannig að menn ekki að veiða það magn sem að leyfilegu hildarafli þeir hafa verið undir ráðgjöf Hafró. Þannig að það var engin ástæða til þess að breyta þessu neitt. Já, eða vera yfir höfuð að kvóta setja þetta. Já, það nú málið. Því að stofn alveg sjálfbær og sóknin í hann með skynsum hætti. Við að vísu landssambandið var búið að leggja það til í mörg ár að kerfinu hefði breytt á þann hátt að þú getur samin að leyfi að 2 bátar og til 2 bátar þá getur fengið leyfi bara annan bátinn og fengið þá eitthvað fleiri daga. En við ætlum að reyna að passa það samt sem áður að sóknat getan myndi ekki aukast og einnig að við prófum það fyrra og fengum alveg frá 1. mars til 20. mars að þá töldu dagarnir bara með við fjölda net eða með við þá daga sem netfæri sjó. Þannig að þú kannski lagðir 1. mars. Já, þú varst bara að bjarga veiðarfærunum út af veðri eða eitthvað svoleiðis og dróstu upp að þá taldi það ekki. Nei, þá taldi það ekki. Þú varst með netin í bátnum. Já, og þetta var til þess að menn lögðu kannski líka færri net eða miðuðu við það að menn geti dreigið öll netin í bátinn. Já. Og mjögst þetta og menn var mjög ánægðir með þetta kerfi. Ég held að hljóti allir að hafa verið það
Því það menn geta og hafa lengt í tjónum með veiðafæri eða bara þegar hefur gert brælu eða eitthvað. Já, það alltaf fara og jafnvel bara eyðilagt netin. Já, og vissilega náttúrulega alveg grátlegt sko að jú, menn kannski taka upp net og eru kannski með þau í viku en á meðan telja dagarnir. Það náttúrulega í rauninu engin samskipti. En maður sér það eftir og það kannski ástæðan fyrir því að þessu var ekki sem sagt tekið undir þessi sjónarmið og þessa gröfu að ákveðnir aðlar ætluðu sér bara að koma þessi í kvóta og setja þetta í kvóta. Já. En það alltaf hægt að breyta og ef það kemur kannski fram vagnuna það að kerfi verði afnumið og tekið upp sem sagt það kerfi sem var. Annað minnstur. Já, að þá ef að hæpið líka að menn hafi nokkuð skaðabótarétt á skaðabóta geti sótt einhverja skaðabættur ríkið vegna þess að þetta náttúrulega bara 1 ár og flestir að þeir sem að hafa fengið kvóta að þeir eru að fá minni veiðiheimildir heldur það sem það hafi verið að fiska á undanförnum árum. En svo annað og það eru makrílveiðar smábáta sem voru nú skemmtilegt innlegg hérna fyrir nokkrum árum síðan þegar það kom upp. Já, það gekk mjög vel og alveg veistla og virkilega og mjög skemmtilegt að fylgjast með því. Alveg hreint og þá líka uppkvæmtu Íslendinga það að þarna var fiskur á ferðinni sem var sko mjög góður, gott að grilla og alveg einstakur og þetta náttúrulega var til þess að menn gátu margir farið að stunda útgerðina og annað slíkt. Nú því var þannig komið fyrir í lögunum að það var tryggt að það færi alltaf 4.000 tonna minnstakosti af makríl til smábátana. En líka í lögunum var þannig að ef við gætum ekki veitt þetta þá myndi það ganga bara á stærri skipin. Og þetta var leigukvóti, þetta var það sem maður þurfti að borga fyrir og leiguverðið var sem sagt veiðigjaldið á makrílnum. Nú það kom mjög góð tillaga fram á aðalfundi Landssambandsins síðasta sem við ætlum að reyna að fylgja eftir og búin að kynna fyrir ráðherranum að þessi 4.000 tonn verði sett á skiptimarkaðinn og óska eftir að fá þorsk í staðinn. Og það gæti gefið alveg upp undir 1.000 tonn á þorski. Þannig að ef menn eru alltaf að keppast við það að jafna og annað slíkt að þá kæmi þetta inn á skiptimarkaðinn og fengist á þorskur í staðinn. En ég hef nú oft talað það líka að menn þurfa nú ekki að óttast þó að fari eitthvað fram yfir. Tölu sem ég hef tekið saman og undanfarna 7 fiskveiðárum þá meðaltalið þá vantar 7.000 tonn upp á að við höfum að fullu nýtt leyfilegan heildarafla. Já, það magn sem að Hafrannsóknastofnun telur að megi veiða sé veitt. Já, ég mynd. Það náttúrulega dálítið kannski öðruvísi í öðrum tegundum. Já, það það sko, en ég held náttúrulega þorskurinn okkar verðmætasta tegund og það náttúrulega best að fara vel með hann og það náttúrulega það sem við breytingum líka. En við sjáum það líka að veiða með handfærum, það minnst áhætta sem tekin og það líka alveg ljóst eða fyrir hvað að daprast að þá ert þú í vandræðum með handfærum alveg leið. Já, það gefur leið. En eins og þetta búið að vera undanfarin ár, það náttúrulega búið að vera bara veistla hjá mönnum algjörlega. Eins og ef maður tekur línuna sem dæmi að það ekkert mjög mörg ár síðan að menn voru bara mjög sáttir inn á 100 kílóum á balan og sögðu þá það var allavega róðurinnum bjargað en núna eru menn bara með skeifu eða ekki með yfir 200 kíló á balan 200 og svo sér maður suma daga að þeir eru með upp í 500-600 Já, alveg dæmið það sko og það er alveg
reynt bara eins og á Suðurnesjum, já, reyndar ekkert bara á Suðurnesjum, þetta hringin í kringu landið, þetta bæði verið vestan og austan og Vestmannaeyjum og hvar sem Já. þá eru bara bátar að fá þetta 4, 5, 6, 700 kíló. Ótrúlegur afli. Alveg óheimi við, alveg hreint. En það kannski hluti af því að það lítil loðna. Já. Það var nú alltaf svo tími þegar loðna kom að Reykjanesi að þá datt niður línuveiði. Já, maður tók alveg eftir þessu að þegar þegar maður bara verið að tala við menn hana frá Þorlákshöfn og að Grindavík og þessum stað, að þá bara var þetta að þýtti ekki að róa þegar loðnan kom. Nei. En það segir manni sem svo að þetta hefur kannski verið minna magnun undanfarin ár, vegna þess að þetta hefur ekki komið svona upp að menn fái bara nánast ekkert á línuna. Nei. En sumi segja nú sem svo að það séu kannski fleiri torfurnar en minni, kannski tvistaraðir annað slíkt, en ég veit það ekki hvernig það er. Það getur verið með ýmsum hætti og sjálfsagt margbreytilegt á milli ára og allavega. Já. En nú þegar við maður byrja að tala um línuna, þá vil ég endilega koma í sambandi línu íviluna. Að henni var nú komið á 2001 og var algjör mjög mikil og góð búbót. Þá var þetta þannig að línuveiðar voru bara nánast að leggjast af. Það var svo kvöldlega línu tvöföldun alltaf í gangi, mánuðina nóvember til og með febrúar, svo var þessi tími styttur. Man eftir því að hafa tekið þátt í því að nóvember, desember þá var línu ívilun og svo janúar, febrúar. Já, það var þessi línu tvöföldun. 4 mánuð. Og síðan var það nú tíminn aðeins styttur og nú stærri bátar voru nú að gera út á þetta og fiskuðu alltaf 1000 tonn á þessum tíma. Við vildum ekki fella þetta niður, við vildum hafa áfram línu tvöföldun og vildum þá stjórnaði bara þannig að það geti enginn fengi kannski meira heldur en 600 tonn í frádrag, fiskaðu kannski 1200 tonn. En það var ekki farið að því og hún var lögð af og kvótasett, eða að menn fengu bara kvóta út af reynslu af línutvöföldinni. En síðan liði það nokkur ár og þá sá maður hvað línuaflinn hafði minnkað og þá fórum við einmitt að vinna því að koma þess að línu ívilun á og það tókst og það voru 3500 tonn af þorski sem voru sett í hana og hefur verið alveg bjargráð fyrir margar þessar útgerðir sem á línu. Því þær eiga undir högg að sækja. Mjög mikið. Flestar af þeim þurfa... Smærri útgerðirnar. Já, og flestar af þeim hafa verið þannig að það hefur getað bjargað sig með því að leigja til sín kvóta. En núna á síðustu árum þá hefur bara ekki verið hægt. Síðustu 3-4 árum hefur það verið mjög erfitt. Algjörlega, en það er bara alveg lokað. Það hafa bara ekkert fengið legu kvóta. Og þá hefur það verið algjört. Ég bara haldið lífið þessum útgerðum að hafa línuíviluna og þannig við þurfum að reyna að ná að auka hana. Hún núna komin aðeins niður í 800 tonn. En það ekki bara tilfellið að á meðan að við erum með Hafrannsóknastofnun sem ekki að taka afstöðu til veiðafæra sem við erum að nýta. Erum við ekki að breyta munstrinu síðustu 20-30 árin verulega frá línu og netaveiðum, handfæraveiðum yfir í togveiðar. Og það ekki bara einn af pörtum eða einn af orsakavöldum þess að þetta að breytast? Já, við höfum náttúrulega áhyggjur af því og Hafró hefur áhyggjur af því að hvers vegna ekki nýliðun, hvers vegna hefur ekki verið almennilega nýliðun í nokkra áratugi. Já. Og það auðvitað við bent á það að það er aukin hlutvall á þorskinu sem veit í trollið. Já. Og trollin var nú breytt, þessi bobbingar var nánast úr sögunu, þessi rockhoppara eða steinahoppara komu í staðinn. Og við
fórum að skoða þessa rannsóknir sem höfðu verið gerða bara í Noregi og síðan þegar rannsóknir var gerð í desember 2022 og þá var það eiginlega eitt af því sem var hægt að lesa út úr rannsókninni var það svo mikið af fiski fór undir fiskilínu trollsins. Já, og undir grótopparna og það var í tilrauninni þá var komið fyrir sem sagt póka þar fyrir aftan, fiskinum safnað saman og það voru líka rannsóknir það hversu mikið þessi fiski dræpist og þetta bara verulegt magn og þannig að ég held að Hafrannsóknastofnun þurfi svona aðeins að skoða það og að meta það hvernig fiskurinn, í hvaða veiðarfæri á hvaða veiðarfæri við að stunda veiðarnar sem sagt og hérna eins og handfærin að þá náttúrulega hefur hann auðvitað sjálf alveg það hvað hann býtur á eða ekki sko jú. Og sem hann hefur kannski ekki við trálveðnar en málið er það að þú allir fiskur sem kemur sem sagt á öngulinn hann getur dottið af á leiðinni upp en það er fiskur sem lifir og því hann slítur sig á króknum í flestum tilfellum og síðan náttúrulega það sem kemur borð þannig að ég held að sé mikill mismunur á því sem að veitt á handfærunum og því sem veitt í trollið hversu mikið ætti að taka af því. Ég að meina það að það svo mikið fórnarkostnað að þú ert að veiða með trollinu, afföllin með við handfærið og þetta er náttúrulega eins við með línuna líka og þessi kyrkstaði veðafrið. Þannig að ég held að sé alveg ástæð til að skoða þetta og þessi var hægt að stjórna. Maður hefur oft verið að velta fyrir sér maður, það engin loðna núna 2 ár, það ekki út af flottrollsveiðum á loðnu? Það hefði ég haldið sjálfur. Eðlilegt að við breytum svona og veiðum hlutfallslega miklu meira í togveiðafæri af þorski, ufsa og ýsu, karfa heldur en við gerðum með línu, netum og handfærum. Já, þessi væri hægt að stjórna með ákveðnum svona ívilnum að sem sagt að hafa ákveðna stuðla á hverju einasta veðarfæri og þá hérna var hægt að sjá það og verið með stuður þorskigildi 1 á togveiðarfæri 1,2 á línu þú veist fengir í kvotan þá fengir 20% kíló í viðbót fengir aukningu sko þannig að bara til að reyna að stuðla því að verði notuð veiðarfæri sem eru vistvæn bæði fyrir hafið og botnin og svo það sem arðbærast gefur mesta peninga, mesta aurum hvert kíló og það náttúrulega lína alltaf og handfæri gefa miklu betra og verðmætari fisk heldur en togarafisk. Það til þess sem við mótmæltum því harðilega að afnema aflvísin og það var gert í á grundvelli umhverfisverndar að afnema aflvísin. En það var ekki tekið... Það náttúrulega öfug mæli. Algjörlega, vegna þess að það var ekki tekið til þess hvernig þú fer með botnin þegar þú ert að veiða og annað slíkt. Nei, en það bara, maður bara á ekki til orð yfir þessu fólki sem að afgreiða, slá hann af, aflvísin. Það bara... ótrúlegt. Já, ég man alveg eftir því sko þegar aflvísin kom á, þetta var á fiskiþingi og menn lágu yfir þessu og þá var bara algjört samkomulag að hafa þetta svona sko, algjörlega. En þessar breytingar, það mæltist ekki vel fyrir hjá allri stórútgerðinni sko, alls ekki. Það getur bara ekki verið að stórútgerðarmenn sem þekkja það til margar ára að gera út á línu og net
að þeir sjáu eitthvað vitrænt í því að fara með þetta yfir á togskip Já, já. með stór veiðafæri og þunga hlera og þunga bobbingalengjur á eftir sér alla tressur. Vissulega, sko. En þessi skýrsla sem að ég er með hérna í höndunum frá norsku Hafrannsóknastofnuninni, einni af norsku Hafrannsóknastofnuninni og svo nýsjálensku og svo Hafrannsóknastofnun á Íslandi og þar er verið að sýna fram á að fiskur fer undir fiskilínu á. Já, við tókum þessa skýrslu og skoðum það mjög vel og unnum kynningarefni út úr skýrslunum og fórum með það í matvælaráðuneytið og sýndum það og greindum frá því hver fórnarkostnaður væri, allavega með okkar útreikninga að veiða með trollinu og í framhaldi af því að þá var þetta kynnt fyrir allavega nokkrum þingmönnum og allavega einu stjórnmálaflokki manni eftir og síðan skrifum við Hafrannsóknastofnun bréf og sendum þeim upplýsingar þetta og fengum fundnaðum og ræddum þessi mál en einhvern veginn þá hefur þetta ekki náð að komast neitt inn í umræðuna en það er alveg þörf á því að það er eingöngu verið að fara þessi upplýsingar það koma fram í þessu skýrslum sem sjálf Hafrannsóknastofnun stóð að, rannsókn sem að þeir stóðu að og mér finnst það mikil ábyrgðar hluti hjá stofnuninni að ræða þessi mál eða taka þessi mál að einhverju létt út. Það á ekki að vera bara líðandi. Nei, það er ekki. Og stjórnarmenn og starfsmenn Hafró sem að gera ekkert með þessar upplýsingar á einn eða einn hátt eru bara ekki starfi sínu vaxnir. Þeim er bara ekki treystandi fyrir því að reka svona stofnun og ætlast til þess að það sé farið eftir þessu á öllum sviðum þeirra ráðleggingum þegar að þeir gera það ekki betur heldur en þetta. Já, það væri allavega ágætt að fá svona einhverja grein hjá þeim sem að einhver viðbrögð þannig lagað. Manni finnst það bara að vera að skylda þeirra. Vissulega. En fleira eru nú trillur að veiða. Sumir hafa verið með gildrur. Verið að veiða krabba, verið að veiða beitukóng og ýmislegt annað. Sérðu fyrir þér aukna möguleika í því? Já, þessi möguleikar eru fyrir hendi og menn eru að þreifa sig áfram í þessu málum og það gengur bara hægt en því það er náttúrulega að vinna markað. Því að allt fer þetta nú eftir því hvort að menn getur selt vörn eða ekki. Og að stundum þannig að við eigum fullt af verkefnum, þróunarverkefni sem búið að þróa og búa til og kom alveg á koppin en síðan hafa menn kannski glemt því að það þarf að selja þetta og það er eins náttúrulega með svona vörur og það er náttúrulega mikið framboð af þessum kröpum og öðru slíku en ég vil nú meina það að þetta geti orðið framtíðin hjá smábátunum að það geti farið í þessa veiðar og þessa gildru veiðar sérstaklega sko. Já. Eða veiða með gildrum. Ja, það er beitukóngur og það er ýmislegt sem að er og grjótkrabbi og annað. Já, það er náttúrulega ekki mjög langt síðan að var farið að veiða ígulkerinn, það er ekki verið bara aldamót sem að byrja að veiða ígulkerinn og þá var það nú fyrst bara nokkur margir bátar sem að stundu ígulkerri veiðarna í Breiðafirði. Já. Og það var nú svona flesti sem að höfðu bara sín svæði og þetta er náttúrulega var gert með plóum líka sko, þannig og þannig að það hefur gengið vel og gengur held ég ágætlega núna að vísum mjög fái bátar á ígulkerum. Já, en þetta er möguleiki. Þannig eru verðmæti, já, þetta eru möguleikar. Það er ekki nokkuð spurning. En sérðu svona einhverjar nýjar
leiðir sem gætu gefið? Ég svo sem ekki viss það, þetta náttúrulega voru menn mjög bjartsinni þegar makrillin kom, að þarna væri eitthvað komið bara alveg himna sendingu í smábátana og þetta var bara náttúrulega engin kostnað að vera að veiða þetta en okkur skapaði hlut. Eitthvað veitur nú smábátar af síld? Já. Ári í regnet? Já, og líka bara venlega net, það svo sem ekkert langt síðan að það var í Breiðafirði að smábátarnir fóru á síld þá. Og í Kolgrafafjörðin. Kolgrafafjörðin. Ég skildi það nú aldrei þegar maður var að sjá mynd að því þegar menn voru að komast þarna undir brúnna sko, og fara svo síldveða hann inn í Kolgrafafjörðinum. En menn veitu bara vel. Og þetta náttúrulega alveg möguleikin líka ef það kemur og þannig að og svo náttúrulega auðvitað dæmi líka það að smábátar hafa veitt loðnu og verið með litla nótt dreigð eftir sér og veitt loðnu. Það var gott dæmi á Húsavík þegar aflaskipstjórinn Kristbjörn Þór Árnason var með Lundeina, lítill smábátur þar og hann veitti minni mig hvað 20 tonna loðnu bara í nóttina og þetta nægði í beitu yfir allan veturinn sko. Þannig að það var ekki hægt að fá betri beitu. Þannig að þetta eru möguleikar. Og þetta var gert á Suðurnesjum hér í gamla daga fyrir 30-40 árum. Þá voru menn að fiska bara í beitu. Já. Og fyrir línubátana. Já, einmitt. Nei, þetta náttúrulega mann bíða og vona að kannski koma fleiri tegundir og annað slíkt sem hægt þá að ná. Nú svo var hann líka á tímabili og skötuselvun, við vorum, það gekk vel hjá okkur þar veiðin í honum, en síðan hefur svona stofnin eitthvað gefið eftir, en að það hefur gengið verð. Já, hann færðist bara, hann var náttúrulega bara söður úr Ingólfsóðanum og þar og færðist vestur með landinu og þetta færðist 20-30 mílur á hverju ári. Já. Og var komið norður í Ísafjarðardjúp. Já, menn var veiðan í Ísafjarðardjúp, sko. Já. Þannig að þetta voru 20-30 mílur á hverju ári sem þetta færðist. Það var mjög gott. Það var náttúrulega verðmætur fiskur. Já, virkilega. Og gaf vel af sér. Náttúrulega einstaklega góður líka, sko. Já. Það stofbyggilegt. Og það. En svona, hvað svona liggur þér á hjarta eins og staðan í dag í þessum málum? Það náttúrulega að reyna að landa þessu máli í sambandi við strandveiðunum, 48 dagar. Það náttúrulega ekki í rónni fyrir að það er komið á brent og búið að samþykkja lögin. Nú síðan gríðarlega áherslu lögð á það að fá sem sagt tekið upp gamla kerfið í Gráslöpunni að afnema þessa kvótsetningu og bara verði flutt frumvarp sem afnema þessa kvótsetningu og víku því frá og textinn sem var í lögunum stjórnfiskveiða og veiðum atvinnuskyni að hann verði settu inn í það frumvarp. Nú svo má ekki gleyma með línuívilna að það mikið baráttu efni hjá okkur að ná að auka veiðiheimildi til línuívilnar og þetta mikil atvinnusköpun og mörg þessi litlu byggðar. Menn fá ekki línuívilun nema að beita í landi. Já, eða yfirfara línun í landi. Já, það hvort ekki. Þú ert bara að yfirfara línu í landi að þá færðu 15% ívilun en ef þú beitir og stokkar upp í landi að þá er það 20% ívilun. Já, og sem sagt notar í rauninni bala, beitir í bala. Já, og þetta til dæmis á þessum stöðum til dæmis á Drangsnesi og Hólmavík. Ég held að sé á 3. tug manna sem vinna bara við beitningu á þessum stöðum. Þannig að þetta alveg gríðarlegt högg ef að línuívilnin tekin, ég tala ekki eða tekin af, en ég trúi ekki öðru heldur en það verður bara bætt við og sett meira af þorski í línuívilna. Því að það á hinum tegundum, allavega í Ísu, það ekki hægt við. Það nægar heimildi þar ennþá í línuívilni. Og
og þannig að ég held að stjórnvöld komi alveg til með að hlusta á okkur í þessu máli. Já. Náðu því. Nú síðan náttúrulega fjölmörg önnur mál eins og bara réttindamál og annað slíkt. Það til dæmis breytt lögum þannig að fyrir nokkrum árum við fengum að vísu undanþágu að það væri skylt að hafa stýrimann um borð ef að skipið var lengur en 14 tímar. Já. Og það var þá breytt í 18 tíma en þetta eitt af því sem við verðum að vinna tilbaka því að svona litlar útgerðir það bera það ekki. Ekki að vera með 2 réttindamenn um borð. Nei, það bara bera það ekki og ég var nú vonaði að við fáum góðan hljómgrunn fyrir þeirri kröfu okkar. Já. Sambandið það. Nú síðan náttúrulega þetta getum við nefnt byggðakvótan að við höfum verið þeirra skoðun og eru þeirra skoðunar að það verður nú best að hafa byggðakvótan með ívilnun að því kosturum við ívilnuna þannig að þú færði aldrei neitt nema með veiðum. Nei. Og eins og með línuívilnuna, þú færði enga ívilnun nema að setja veiða. Nei. Og það ætti líka að vera eins og með byggðakvótan að það úthlutað ákveðnum heimildum og geti þess að verið til byggðalaga og þá verður þetta sem löndunar ívilnun að sem sagt að landa aflanum á þessu svæði að þá fengjur ívilnun og byggðarlögin geti þá tekið ákvörðun það hversu há hún ætti að vera og síðan fyrst mér með byggðakvótana og ég alveg sannfærður það að það kæmi þessum dreifðu byggðun langbest að það veri engungu darrarbáta sem að stunduðu línuívilnun. Nei, fengju byggðakvótan. Fengju byggðakvótan. Og þá mætti, vera útluta sem sagt þorski og ýsu en öðrum tegundin sem fyllist upp í ígildin að þá alveg skilyrslaust að setja þau á skiptimarka fiskistofu og þannig ætti að breyta byggðakvótanum. Breyta í þorsk og ýsu í rauninni. Já. En ekki sem sagt eins og þetta í dag að þá verið að skipta þessu og hver veit að hafa fyrir því að skipta tegundunum og annað slíkt. Það væri miklu hreinlegra að þetta færi skiptimarka fiskistofu og þar þið reynt að fá þorsk í staðinn. En svo kannski spurning, eigum við að vera að hugsa þetta alltaf í kvótum og kílóum? Já, það náttúrulega alveg rétt. Það spurning það margt í þessu og fara að taka talið bara að hafa ákveðnan dagafjölda sóknarmark. Það til dæmis eins og hvernig samsetningin á aflanum núna í þorskinum. Já. Það búið að vera núna ég held að í síðustu 8 ár þá meðalþyngdin á þorskinum. Hún hefur aldrei verið jafn mikil. Við miðum alveg frá 1955 og 8 pluss fiskur náttúrulega yfirgnæfandi. 2019 þá var í aflanum yfir helmingurinn á öllum aflanum, 51% á öllum aflanum, það var 8 pluss fiskur, stór fiskur. Og svo þegar þetta náttúrulega svona og maður kannski tekur fjölda í veiðistofni. Ég tók nú 3 ára fisk til 14 ára fisk. Að þá á síðasta árið þá var þetta ekki nema 11% af fjölda sem var veiddur. Á 2023 árinu. Nú var ekki nema 11% og meðaltalið 19%. Og þetta hafði ekki... Það segir okkur það að við gætum látið veiða meira af þessu stóra fiski. Já, það getur vel verið, en þetta þarf að fylgjast með að því sveiflurnar er svo miklar. Sem sagt ég tala 2019, þá var 51,3% af heildaraflanum, það var 8 pluss fiskur. En svo ég færi mig núna í 30 og þar undan, 1989, þá var þetta ekki nema 6% af aflanum sem var þessi stóri fiskur, 8 pluss. Og svo erum við náttúrulega að horfa á það núna að miða við síðustu útgáfur af meðalvikt hjá Hafró að allir stofnar eða flestir stofnar séu að léttast.
Já. Flestir árgangar. En maður sér þetta ekki í aflanum allavega, en þeir náttúrulega eru menn alltaf að keppast við að veiða verðmætasta fiskin og þessi stóri fiskur, hann gefur mest af sér núna í dag en það ætti þá að vera meiri möguleiki að fiskurinn sem þarna undir, kannski 5-7 ára fiskurinn, hann ætti að geta vaxið og komið inn í þetta munstur sem var náttúrulega besta mál. En við erum búin að fara hérna í spjallinu yfir ýmislegt varðandi mest smábátana og aðeins Hafró og ég vil bara þakka þér fyrir komuna og við eigum örugglega eftir að spjalla einhvern tímann saman aftur. Takk fyrir. Takk fyrir sömuleiðis. Takk.